Góði félagar, mér langar að bjóða okkur hérna velkomna á hádegisfyrirlestur á vegum STFI, sjálfstætt-starfandi tæknifræðinga. Við erum að leita hérna í nýja smiðju varðandi efni. Við erum að reyna að tengja auka tengsl okkar við skólana. Nú það er tæplega ár síðan að það var sett á fót ungfélagadeild sem hefur tekið þátt í stjórnarfundum og hefur bara gefið okkur góða tilfinningu og aukinn tengsl við skólana. Ég sé líka að þetta erindi okkar í dag, þessi tvö erindi, þau trekkja vel að og við erum konum með mjög góða mætingu. Nú við erum með fyrirlestra núna sem eru svona vel á orkutæknisviðinu og þetta gefur góð fyrirheitum að við komum með fleiri fyrirlestra hliðstað og öðrum deildum. Þeir eru tveir sem ætla að halda fyrirlestra. Það er fyrst kemur Sigurður Georg Óskarsson og fjallar ölduvirkjanir við Vestmannaeyjar og báðu fyrirlestrarnir eru svona meira hagkvæmnisathuganir heldur en hönnunarverkefni. Og síðan á eftir kemur hann Njáll Gunnarsson og fjallar tvíveggavirkjanir, það er að segja lágjarðhitavirkjun og sýnir okkur svona hagkvæmni af því hvar hægt væri að koma þessi í notkun hér. Sigurður, gjörðu svo vel. Góðan daginn, ég heiti Sigurður Georg Óskarsson og ætla að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt sem ég vann í HR. Ölduvirkjun við Vestmannaeyjar. Halló. Já, ölduvirkjunartæknin byggist á að virkja aflið úr öldunum og virkja sveiflukennda hreyfingu hennar. En sveiflukennd hreyfing hennar er mest á yfirborðinu og minnkar svo eftir að dýpið eykst. Talið er að öldukraftar í kringum strendur í heiminum séu í kringum 2 teravatt og er hægt að virkja ölduna á 3 mismunandi hætti, á úthafinu eða við strendur eða sem sagt í fjöruborðið eða botninum. Hérna má sjá nöfn ýmsu tegundu ölduvirkjana, en það er Wave Dragon og svo eru nokkrar öldubaugur, svo er Pelamis og svo er Oyster eða Ostran og svo er hérna Oxylating Water Column, OWC. Byrjum með það. Wave Dragon er virkjun sem lítur út eins og prammi. Á prammanum er blón og Kaplan-túrbína, en það er svona, en aldan fer í lónið og lónið fæðir túrbínuna. En þetta má líkja við sem sagt vatnsaflsvirkjunni hérna heima. En já, Wave Dragon er danskt fyrirtæki og hefur verið að þróa þessa tækni lengi og fyrsta virkjun sem þeir gerðu var 4 megawatt virkjun og núna eru þeir að bíða eftir að fá leyfi til að setja niður 7 megawatt virkjun á vesturhluta Wales. Og hérna er nokkur nöfn á öldubaugjum, en öldubaugjur eru staðsettar þar sem það sem sjávardýpt er kringum 50 metrar og er rafmagni framleitt annarkvort með vökvatúrbínum, línulegu rafal eða vatnsaflstúrbínum. Hérna má sjá myndir af virkjunum. Og svo er hérna Pelamis. En Pelamis-virkjunin lítur út eins og ormur og hreyfist á yfirborðinu eins og ormur. En það eru 5 hólkar sem tengdir eru saman með einhvers konar hjöruliðum sem hafa 2 frelsisgráður og það eru 4 vökvatjakkar í hverjum svona hólk sem knúa áfram vökvamótor. Pelamisvirkjunin er 750 kilowatt. Svo er hérna Ostran, þetta er einhvers konar hleri sem hreyfist fram og aftur með öldunum
og dælir vökva upp í dæluhús sem knýr þar túrbínu. Fyrsta pröfuvirkjunin sem þeir settu niður var 315 kW en hún var aðeins sett niður til að endast í 2 ár og núna eru þeir að setja niður 800 kW virkjun en hún er ennþá á þróunarstigi og þeir vildi ekkert gefa miklar upplýsingar þessa virkjun. Þannig að það var svona, eina sem ég fann það var bara 315 kW virkjunina. Og svo er hérna OSC-virkjunin, en þetta er virkjun sem er staðsett við ströndina og það er loftstokkur settur út í sjóinn og þegar aldan skellir á loftstokkinn þá er vatnshúla sem fer upp og niður og þrýstir lofti í gegnum 250 kW túrbínur. Þetta var fyrsta ölduvirkjunin sem var tengd við veitukerfi en hún var tengd við veitukerfi í Skotlandi og Ísleigju og þetta er Wells-túrbína sem er notuð í þessu. Hérna má sjá hliðarmynd af virkjuninni og þessar 2 túrbínur hérna. Hérna má sjá Wells-túrbínuna en blöðin sem eru notuð eru kölluð Naga 012 og það breytir ekki hvor megin streymið er á blaðið. Hún snýst alltaf sömu átt. Og hérna, þegar ég fór að athuga val á staðsendingu þá ákvað ég að velja vestamegin. Það var því að öldustefnan í Vestmannaeyjum er ríkjandi suðvestanátt en vindáttin er reyndar ríkjandi suðaustanátt en vindáttin skiptir ekki mikið máli þegar er verið að athuga með þegar verið að setja niður ölduvirkjanir. Það er aðalega öldustefna sem skiptir máli og svo spila einn inn í að það er mikil skipaumferð austamegin við eyjunnar. Þannig að það er erfitt fyrir að setja virkjun þar. Hérna, ég afmarkaði svæðið til að auðveldara væri fyrir Siglingamálastofnun að gefa mér öldufar á svæðinu og bara einfalda mér bara til að setja niður ölduvirkjunar og fá öldufar á hverjum einasta punkti. Og hérna má sjá öldufar á svæðinu en dýpið á svæðinu er kringum 14–50 metrar og öldufarið er fengið gegnum forrit sem heitir Mike og er fengið úr dönsku straumfræðistofunni. Eins og sést þá er lítil ölduorka á sumrin og mest þarna í desember og janúar og febrúar. Svo raða ég hérna ölduvirkjunum niður á svæðið en hérna er við ströndur á Klautin og svo er hérna Ostran en hún þurfti að vera 15 metra dýpi og vera aðeins frá fjörunni. Og svo voru Wavedragon og þær þurfti að vera ákveðið dýpi svo endingin eða svo nýttin á virkjunni yrði sem best. Svo má sjá hérna meðal aflgetu virkjunina yfir árið. Eins og sést þá er Wavedragon með langbestu aflgetuna en afkastastuðullin er ekki nema 18% en á OSC er hún 40% þannig að það er svona mun betri nýtni í OSC virkjuninni. Og hérna má sjá raforkuframleiðslu yfir árið en Wavedragon gæti að mestu leyti aflað heimilum Vestmannaeyjabæjar raforku en heimilin er að nota í kringum 13 gígawattstundir á ári. Hérna má sjá kostnað á kerfinu en þetta er bara ein virkjun á hverju sko. Það hefði kannski mátt skoða að setja nokkra virkjanir, kannski 10 af PLMS-virkjunum niður að það er svolítið kostnaður í að leggja kapal í sjóinn. Það er ykkur 20 milljónir hver meter af því. En svo sést Wavedragon alveg langdýrust
eða 3 milljarða, eða rúma 3 milljarða. Þetta er bara sem sagt uppsendingarkostnaður á virkjuninni. Hvert kíló hérna og svo heildarverðið. Það meðað við 750 kW virkjun hérna og svo 7 megawatta. Og svo Ostran, hún 315 bara, af því það fengust engar upplýsingar, þeir voru ekki tilbúin að láta mig fá neinar upplýsingar 800 kW virkjunina. En svo virkjunin myndi reka sig, þá þyrfti þessi orkuverð að vera, en ég notaði þessa jöfnu hérna. Ég reiknaði með 6% vöxtum og að borga upp virkjun á 15 árum. En Wave Dragon svona með lægsta verðið og OSI, en það heildarafl yfir árið skiptir miklu máli. Þannig að það eiginlega bara þessar 2 sem kæmi til greina að setja niður. Nema það var náttúrulega, ég skoðaði ekki að setja niður kannski 10 eða 20 virkjanir að hinum. Þá kannski myndi þetta eitthvað jafnast út. Það hefði átt að skoða það betur. Og þetta eins og eitt staðan í dag, þá borgar þetta sig ekki, það er mikið framboð af raforku og það er lágt raforkuverð. Og þyrfti náttúrulega að breytast að þróun orkuverð, það þyrfti að hækka verðið og aukin eftirspurn af rafmagni þyrfti náttúrulega að vera meira. Já, þetta var svona það sem ég þyrfti að kynna fyrir ykkur bara. Takk fyrir mig. Jæja, komið öll sæl. Ég heiti Njáll Gunnarsson og ætla að fara stuttlega yfir lokaverkefnið mitt sem ég vann í Háskólanum í Reykjavík núna í sambandi við nám mitt í vél- og orkutæknifræði sem ég var að klára núna áramótin. En verkefni fjallar tvívökuvirkjanir og svona þær forsendur sem þurfa að vera bak við þeirra til þess að þær séu nýtanlegar. Ég vildi skoða sem sagt betur á hvaða hitasvið þessar virkjanir geta unnið á og í framhaldi af því skoða hvort það sé möguleika að nýta lághitasvæði sem orkugjafa fyrir þessar virkjanir og sjá hvort að það geta framleitt einhverja raforku með þessari tækni. Og svo í framhaldi af því að skoða í önnur svið þar sem það hægt að nota þess og þá aðalega svona auka svona vatn sem fellur frá starfandi jarðvarmavirkjunum, bæði gufu og affallsvatn. Og svo fór ég svona nokkuð yfir á samkeppnishæfni, hvort þetta sé einhver raunhæfni fyrir þessu á íslenskum raforkumarkaði. Tvíorkuvirkjanir eru notaðar í talsverðum mæli í dag og eru 32% af öllum jarðvarmavirkjunum tvívöku. Þær eru hins vegar mjög litlar og raforkuframleiðsla ekki nema 4% af raforku sem unnin úr jarðvarma. Flestar eru þessar stöðvar mjög litlar, kannski upp undir megawatt og upp í 20-30 megawatt. Þær stærstu. En þær hafa hins vegar með aukinni tækni hafa þær stækkað og til að mynda var bara síðasta ári svo stærsta tekin í notkun í Nýja-Sjálandi sem 100 megawatt. Þannig að þær eru að fara stækkandi og það kannski og svona áhugin fyrir þessu að aukast. Grunnvirkni tvívökuvirkjana eru grófum dráttum þessi eins og á myndinni hérna. Þetta sem sagt lokuð vinnurás. Þessi hitinn tekin inn í gegnum varmaskipti og gastegund hituð inn í kerfinu, það er að segja pentan eða bútanvökvi eða própan eða ammóníak. Og svo náttúrulega, gufan leitin á túrbínu og svo kælt í kælikerfi á bakli túrbínunar. Já, þetta er reyndar úr mynd af
jarðgasvirkjun. Það er sem sagt bara loft og olía tekin inn í það sem í ketill boiler og það hitar í lokaðri vinnurásina varmaskipti og svo fer vinnumiðillinn inn á túrbínuna og framleiðir rafmagn. Á bakhlið túrbínuna þá er náttúrulega þrýstingurinn felldur og hitinn líka til þess að fá vera trukk í túrbínuna. Það er náttúrulega annarkvort með kæliturnum og svona og svo er náttúrulega bara fæða eða dæla sem heldur hringrásinni gangandi og þetta er til dæmis í grófum dráttum svona hvernig kjarnorkuverið virka. Það er þessi að hitinn látinn sjóða vatn og knýja kerfið. Helst tvær gerðir af vinnuferlum að ræða. Það er að segja Rankine-feril sem í grunninn eins og henni svona smá dæmi það hvernig varmaferillinn á honum er. Og það sem þar fer suða og kæling úr þess að föstu efni yfir í gufuform fram úr föstu hitastigi. Og svo er annars vegar kalínatæknin, en það sem gerir kalínatæknina betur með Rankine er að suða fer fram á breytilegu hitastigi og því er hægt að ná hitastigi vinnukerfisins nær hitastigi orkugjafans. Eins og sem að sést hérna, þetta er samt hitastigsferillinn inn á kerfið inn í varmaskiptunum. Þannig að hitastigsmunurinn á milli orkugjafans og vinnukerfisins er lægri í kalina. Því er náttúrulega varmaorkan meiri á vinnukerfinu. En já, kalina vinnurhringur er samt blanda af ammóníak og vatni sem er vinnumiðillinn á kalina. Hér má sjá svona dæmigerða tölur hvernig Rankine-hringur virkar. Hérna er vinnumiðillinn N-pentan sem heppnaðist, var þessa vöku sem gaf bestu útkomuna og hérna er sem fall af massastreymi í orkugjafans eða þessa vass. Og þið sjáu hérna, ég setti hérna svona núllínu sem við 1 megawatt. Það væri þyrfti að koma vildi skoða upp fyrir þá tölu, að allt fyrir neðan þá tölu væri eitthvað sem væri ekki raunhæft. En þess að sjáu hérna að því meiri þessi hitinn er því meiri verður aukningin með massaströmminu. Og fyrir kalínavinnurhring þá eru tölunar mikið betri eins og sést hérna. Og alveg, við horfum til dæmis á 100 sekúndulítra vatnsmagn, þá erum við allstaðar komin náttúrulega yfir þetta 1 megawatt og jafnvel fyrir 140 gráður þá erum við komin upp í 3,5 megawatt í rafmagninu. Nei, megawatt er lóðréttiðasinn. Já. Já. Já, svo skoðaði ég virkjun á lághitaborhola og skoðaði hvort það væri hægt, en það var það sem ástæðan fyrir ég fór í þetta verkefni. En það er hægt að ná ágætis útkomu ef vatnsmagnið er mikið og til að mynda ef nokkrar holur myndu í sameiningu knýja eina slíka virkjun. Ég skoðaði því svæði þar sem mikið borholur í eitt litlu svæði og reyndist Reykjadalur í Mosfellsbæ gott dæmi þannig stað. En þar eru margar borholur á tiltölulega litlu svæði og því auðvelt til dæmis að tengja þær saman. En já, ég fékk sem sagt nokkrar tölur það svæði og það sem ég notaði í reikningunum voru 4 borholur tengdar saman og gáðist þá samtals massastreymi upp á 100 kg á sekúndu og hitastig eftir blöndun og öllum hólunum væri á 74 gráður. Og hérna er niðurstöðuna ef við notum Rankine-vinnurhring þá næst raforkuframleiðsla upp á rúmlega ekki nema 200 kW með ef notast yfir kæliturn til kælingar á bakhlið túrbínunnar en rúmlega 2-falt meira ef bara bein vatnskæling er notuð til dæmis úr á eða einhverju stöðuvatni í nágrenninu eða sjó. En ástæðan fyrir því
framleiðslan meiri með beinni vatnskælingu er að kælikerfið tekur mikið afl. Það þarf nefnilega að knýja viftur í kæliturnum og dælu á kælikerfinu. Og fyrir svona lágt hitastig þá reyndist ísopentan besti vinnumiðillinn. En það kostar hins vegar sitt að reisa virkjanir. Það er erfitt að áætla kostnaðinn, en ef við skoðum, og það er enda til eitthvað svona viðmiðunartölur en ég skoðaði hins vegar kostnaðinn við virkjun á kalínavinnustöð við Húsavík og þá ef ég reiknaði það yfir á verðlag dagsins í dag þá kostar uppsetning á 1 megawatt 800 milljónir og með við vexti og afborgunartíma sem ég stilti mig og reyndi að stilla í hóf þá var raforkuverð 15 krónur á kílówatti 15 krónur á kílóvattstundina út á dreifikerfið. En í dag er þetta svona 5 krónur frá bæði orkuveitunni og HS Orku. Það sem verið út á dreifikerfið. Já, ég skoði reynda líka fyrir kalínavinnurhring á lághitabórholum og það eru aðeins betur tölur. Hérna er það komið upp í yfir megawatt. Það er að segja þessi dæmi sem ég tók úr Mosfellsbænum. Og þetta er alveg ágætis tölur. Já, ég skoði einnig að nýta affallsvatn frá starfræktum virkjunum sem orkugjafa. Það eru 7 jarðvarmavirkjanir starfræktar í Íslandi í dag. Þetta er gert á Svartsengi. Þar er umframgufa nýtt frá öðrum hlutum virkjunarinnar í Ormisvinnurhring held ég að segja. Já, Ormatjá. Og þar er uppsett afl 10 megawatt. Frá Hellisheiði á Nesjavöllum er vatn nýtt til neyslu á höfuðborgarsvæðinu og því ekki miklu kostir þar á að nýta affallsvatn frá. Og á Reykjanesvirkjun eru uppi áform að nýta vatn til fiskeldis. Þannig að, og svo eru náttúrulega 2 virkjanir sem eru þar litlar ekki þetta. Það eru þessar Húsavík og Bjarnarflag sem þær eru þar litlar ég skoðaði ekki það. En þá er eftir ein stöð en það er Krafla. En frá henni þá falla 130 kíló á sekundu af 120 gráða heitu vatni. Og samkvæmt svari sem ég fékk frá stöðvastjórunum þar, þá sagði hann að það væri nýtanlegt þá í Tvívaökuvirkjun, sem rökin bak við það eru. Já, og ég skoðaði þá virkjun á þessu á Kröflu og með rankin í vinnurhring þá er þetta rúmlega 17,4 gigawattstundir á ári sem er nóg til að knýja 3500 heimil eða sjá raforku eða heimilum 3500 heimilum fyrir raforku og ennþá betur með kalína sem rúmlega 30 gigawattstundir eða 5900 heimili sem verður náttúrulega að teljast mjög gott. Já, þegar ég var að vinna verkefnið þá ákvað ég líka að setja inn í reikninga og skoða hvort að hægt var að nýta affallsloft frá álverum til orku eða til að knýja þessar virkjanir. En það hefur verið gert í Japan að nýta heitt loft frá stóriðum, bæði stálbræðslum eða stálverum og olíuhreinsistöðum. En það er náttúrulega mikið magn lofti sem fellur frá álverunum og til að mynda í Straumsvík þá falla 3 milljón rúmmetra af 90 gráða heitum kereik frá á klukkutíma sem fara bara beint út í lofti. Og ég skoðaði náttúrulega hvað væri hægt að virkja á í þessu og það er eins og hérna segir 1900 kilowatt og upp í 3,3 megawatt. En það sem þarf að taka inn hér er stærð varmaskipta. Þeir eru nokkuð stórir þar sem varmaleiðni lofts er slæm og ég reyndi að reyna nota einhverja svona tölur til að leiðbeina mér það og þá fékk ég út þessa tölur hérna að varmaskiptanir væru alveg upp í 2000 fermetrar að stærð sem er alveg gífurlegt. Og því væri þá frekar hægt að nýta kannski varma í varmadælur og þetta mér þá helst í hug Reyðarfjörður sem hafa ekki hitaveitu og því mætti væri gaman að skoða þann kost að nýta
þann hita sem fellur frá álverinu þar til knýingu á varmadælum. En ég veit að þetta hefur verið gert í Noregi, að þar hafa þeir nýtt affallsloft frá álverum til knýingar á varmadælum fyrir bæ í nágrenninu. Já, sko hérna fyrir Rankín vinnurhring þá aðeins minni varmaskiptin, en já, fyrir Kalín þá var hann aðeins stærri. Þannig að nær hitastigsmunurinn nær þess að orkugjafanum og vinnum kerfisins. Tökum þetta aðeins saman. Það er eins og ég sagði áðan hægt að fá ágætis raforkuframleiðslu frá lághitaborholum, en það er endar kostnaðurinn of hár, eins og ég sagði áðan, 15 krónur á kílóvattsstundina út á dreifikerfið, og við þá eftir að bætast nokkuð einhverju gjöld og annað. Þannig að þetta er ekki alveg samkeppnissagt við eins og raforkumarkaður í dag, en því væri önnur nýting á þessum varma betri, þess að bara iðnað, húshitun eða eitthvað annað. Krafla, já, það eru möguleikar. Það er kannski ekki alveg hægt að segja strax hvort það sé hægt, en raforkuframleiðslan er góð, en það verður náttúrulega að fara aðeins betri könnun á því og skoða verðmætið aðeins betur. En náttúrulega þessar tölur sem ég notaði, það þarf að taka þær aðeins með fyrirvara. En það var bara lítið sem var á bakvið þær tölur. Og svo náttúrulega kanna aðeins svæðið aðeins betur. Já, þannig að staðan í dag, eins og raforkumarkaðurinn hér á landi í dag, er þessi kostur ekki hagkvæmur. Það sem framboð á stórum og góðum virkjunarkostur eru miklir og það lítur ekki út fyrir að breyting verði á því á næstu árum. Þar sem á dagskrá eru margir áhugaverðir kostir og framboð og raforku helst í hendur við eftirspurn. En það er hins vegar annað sem þarf að taka inn í reikningana hér eru umhverfisáhrif. En tvívökuvirkjanir hafa þann kost að þeir minnka umhverfisáhrif frá jarðvarmavirkjunum, en til að mynda þá minnkar súrt regn sem fellur í námunda við virkjanirnar. Það þarf ég að huga að því ef það á að setja þeir upp, og það er náttúrulega komið góðan plús í það, ekki bara aukin raforkuframleiðsla, heldur minnka umhverfisáhrifin. Og svo náttúrulega þar sem dæla á vatni beint ofan í berglögin aftur, þá þarf náttúrulega að kæla vatni eftir vinnslu áður en það fer inn á dælur, og því gæti tvívökuvirkjanir verið góður kostur sem millistig á þar. Þannig að þó að peninglega séu þessi virkjanir ekki hagkvæmar, það væri gaman að skoða þessa kosti, þessa umhverfiskosti, og það er að gefa auka stig. Og já, svo náttúrulega í framtíðinu væri gaman næstu virkjanir eru hannaðar að kannski taka þetta til skoðunar, þessar tvívökuvirkjanir. Náttúrulega tæknin er að aukast og möguleikarnir alltaf vera betri og betri. Þannig að kannski möguleikarnir eru einhverjir hérna. Það er að segja yfir svona stærri virkjunum. Ég veit það ekki alveg. Ég þekki það ekki alveg, en jú, ég hef ekki heyrt það öðru, sko. En það eru einhverju vandræði með hana, hef ég heyrt. En já, þá bara þakka ég fyrir mig, og svo ætla við að taka á móti spurningu núna eða eitthvað. Bæði ég og Sigurður. Eitthvað spurningar? Já, ég þekki það ekki alveg, en ég vissi að það var vandræði með kælikerfið. Þeir náðu ekki alveg hönnunarþrýstingi. Þeim þeir voru búin að eiga við spísana sem kæla niður, og þetta var hanna að vera 5 bör á bakþrýstingur á turbínu, en hann hefði ekki nema 6,5. Þannig að þeir ná ekki alveg því sem þeir ætluðu sér út úr kerfinu.
Vestmannaeyja sem sagt valið á Vestmannaeyjum, þarna út á Hamri í Vestmannaeyjum með þessar virkjanir, var einhver sérstök ástæða fyrir því að Vestmannaeyjar voru valdar til dæmis umfram aðra stað á Suðurlandi þó ekki vera annað? Ég er úr Eyjum sjálfur. Það var eiginlega bara það sko. Og búinn að vera þarna mikið sko, vinna og sjó og allt. Þannig að það komið ekkert alveg til greina. Þó að það var, kannski að maður átti að skoða Bakkafjörður líka, virkja þar. Já. Sem sagt, af hverju ég valdi þessa staðsetningu? Þarna, já. Það var bara út af straumstefnunni, öldustraumstefnu. Já, öldustefnu. Já. Og líka út af skipaumferðin er náttúrulega meiri austami. Skipin fara þarna 50 og 1. Alla dag ásins, já, alla vikur ásins. Ég meina spurningur Sigurð, hvort að þú hafi notað eitthvað af þessum stöðlum sem hafi verið unnir varandi svona ölduvirkjanir frá EMEC í Orkneyjum á undanförnum til þess að meta hvernig á að reikna út fýsileikann og svoleiðis varandi ölduvirkjanir. Ég skoða ekki það sko, ég skoðaði bara ég skoða nú ekki það sko, ég bara skoða tæknina og svo fann ég raforkuverðið út frá þessari jöfnu bara sem ég fékk hjá umsjónarmanni og já, sá það raforkuverðið í Vestmannaeyjum er 6,13 krónur núna. Nei, ég kannast ekki við nafninu. Nei, ég Já, ég fór ekki þangað sko. Það kannski betra að skoða það. Mér langar aðeins að fá að sjá útskýringar á þeirri virkjun sem best kom út hagkvæmlega í Vestmannaeyjum og þannig að fá hann skilning á því hvernig hún virkar og verið útfærð. Ef þú myndir taka upp aftur myndina. Já, sem að meðal afkallsgetu eða... Já, þá sem að kom best út hagkvæmslega. Hvernig hún lítur út eða... Já, þessi er það. Þessi. Já, sem sagt... Þetta er bara fljótandi prammi sem er... Dýpið þarf að vera, held ég, lágmark 25 metrar svo hún afkasti sem mestu. Það er sem sagt, það er svona rampur sem leiðir ölduna upp í lón og það er oftast 8 til 16 túrbínur á svona pramma, svona Kaplan túrbínur. Nei, ég veit það ekki. Ég skoða það ekki, sko. Ég skoða bara virkjunina sjálfa og svo afkallsgetu töfluna sem sagt hvað hún gefur af sér við þetta öldufar. Ég skoða ekki tæknilega útfærslu á þessu. Nú, ég er með það. Ég man ekki hver hæðin var, en þetta er, hann er, sko, held ég alveg. Það er í lokaarkinu mínu myndaði, ég er bara ekki með það á mig. Er stærðin að samanlöndi til þetta verk? Já, það er, ég held sé ykkur, 20 okkar metrar til 50 metrar á breidd. Já, ég er bara... Já, það stendur í lokaarkinu mínu og það er myndaði þar. Ég er bara, það er svolítið langt síðan. Einn spurning varðandi þetta reyðræðar. Nú er þetta prammi sem er fljótandi og þá er það spurningin sko, ef það verður of mikið öldur og ég veit að það er með pelamist þá þarf að taka þær inn í hafnir.
þarf að taka þetta inn í höfnina ef það er spáð einhverjum sko, stormi eða fárviðri sko. Meira íslenskar aðstæður, þetta er ég raunir bara að veit það ekki, sko. Ég var aldrei ekki búinn að lesa það að Pelamis, að þyrfti að taka hana úr, setja hana inn í hafnir við stóri. Já, það er alveg. En með að við öldufarstöflunni sem hún gaf upp, þá á hún alveg að geta að höndla íslenskt veðurfar, af því það var alveg, ölduhæðin var mjög há á þessari töflu og öldutíðinni. Munum samt þessu Keikó-búrinu sem átt að þola brjálæðasta veður í heiminum Já. og það fór allt í klessu. Það eru ýmislegt sem gerir Vestmannaeyjar. Já, það var náttúrulega að hafa þessa fasta á okkur dýpti það náttúrulega að vera ykkur 25 metrar í kringum þetta. Jú, ef það er dýpi í kringum þetta, þá væri það alveg möguleiki. Nei, en það er... Herra, já, mér langaði að spyrja þetta raforkuverð, 6,15 krónur sem í Vestmannaeyjum. Hvaðan sú tala kemur? Hvað, þetta framleiðsluverð? Allt inn í henni? Þetta var bara dreifikerfið, HS Orku, sem við fengum. Bara á netinu þar. Bætist alltaf vona að þetta einhverja skattar og eitthvað svona, en þú veist, til dæmis, þessi ég skoði, þessar 5 krónur sem ég fann, það var náttúrulega bara beint frá virkinu út á dreifikerfi, þessi virkinu selur frá þessir. En svo náttúrulega einhver dreifingaðalir sem selur svo viðskiptavinum, þannig að það náttúrulega eykst verðið, þannig að þetta er ekki alveg það sem viðskiptavinni fá, heldur þetta bara beint út í dreifingu. Ég ætla aðeins að fá að kommentera þetta. Ég heiti Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku. Þetta passar ekki alveg, þetta var góð spurning sko. Mig grunar að þessum 6 krónur sé flutningsgjaldi, landsnetsgjaldi inn í þessu líka. Það er nær að horfa á 5 krónurnar og það má alls ekki rugla dreifikerfunum við þetta því öll erum við að borga miklu hærra sko heima hjá okkur. Þegar dreifingin er komin hún er meiri en helmingurinn. Þannig að það varst að koma upp í 12 krónur eða eitthvað leys eða réttum hönd sem mann hvað kílóstundu kostar heima hjá sér. Ja, yfirleitt vitum við það ekki sko. Og það er bara dreifingi sem hækkar, ekki orkuverðið. En HS Veitur rekar sérst dreifikerfið í Vestmannaeyjum, HS Orka selur orku frá virkjunum og inn á netið. En meira að segja 5 krónur er svona í hærri kantinum sko miðað við sko hvað orkufyrirtæki í dag geta selt raforkuna á og það er akkúrat það sem að svertir allar þessar hugmyndir nýja orkugjafa sama af hvaða tagi eru. Það er bara eins og kom fram hérna réttilega áðan, það eru bara aðrir kostir sem við þekkjum svo vel sem eru hagkvæmari. En mig grunar að það sé flutningsgjald landsnettin í þessum 6 krónum. Mér fannst það var mjög há tala. Fleiri spurningar? Já, ég bara mjög ánægður með þessa góðu umræðu sem hefur verið hérna í framhaldi af frábærum fyrirlestrum. Og mér langar nú aðeins að sjá aðeins meira af þessum ölduvirkjunum sko eftir að við sjáum niðurstöðuna að fá aðeins flett hratt í gegnum byrjunin á fyrirlestrinum með útskýringum sko hvernig þetta virkar aðeins áður en að við lokum umræðinni. Það er bara 1-2 ár síðan að hann Guðbjartur Össurason var að stúdera svona sjáfallavirkjun og fékk fyrstu verðlaun í Evrópu fyrir hugkvæmni og ég veit ekki hvar það er statt. Hann var gestur minn í skólanum sko. Saði frá þessu og hann gat hamið öldur við Útnes og Annes og Sker.
Já, sjávarfallavirkjun, já. Hafið þið nokkuð skoðað það í sambandi við þetta? Ég veit bara ekki hvað þetta er statt. Ég veit bara að hann fékk sko verðlaun. Jú, hann er frá Rauðasandshreppi. Hann er frá, já. Ég las bara þetta. Það var ekkert meira sko. Þetta er held ég ekki í gangi núna sko. Ég hef nú aðeins verið að fylgjast með þessum sjávarfallavirkjunum og ég held að þessar hugmyndir hans straumhraðan séu óraunhæfar og orkumagnið. En ég meina til þess að virkja þessar hefðbundnu sjávarfallavirkjanir sem eru í þróun í dag, þær miða alla við sko hærri straumhraða en er við strendur landsins. Þannig að það er þá bara eitthvað svona sér skilyrði eins og er í Breiðafirðinum, þar sem er mikill straumur inn út sem hún getur nýtt sjávarföllin. Já, en ég held að sé samt, sko, það eru eitthvað mjög sérhæfðir punktar, sko, aukað sem að þetta eru mjög erfiðar aðstæður og það eru, sko, alveg tugir fyrirtæki sem eru að þróa tækni sem eru komið mjög lengra á veg og eru komið með stór fyrirtæki eins og Siemens og fleiri stór fyrirtæki sem eru að fjárfesta í þeirri tækni. Þannig að ég vil ekki vera að tala neitt illa um þetta, en ég held bara að þetta sé, sko, mjög litla líkur hann eigi eftir að ná árangri sko, að sú tækni sem er þegar þróuð að hún eigi eftir að sko, vera betri en það sem hann er að gera og hann þurfi mjög mikið fjármagn til þess að sko, sanna þetta og þróa þetta áfram sko. Ekki fá hérna aðeins bara hratt yfirlit yfir þessar virkjanir. Já, við erum búin að afgreiða hana vel. Þessi hérna með línulegu rafaleysi hérna. Svo er þessi með vassaflstunguleg. En það er hérna, þetta fyrirtæki hérna yfir og kveikja þessa. Þannig að þeir eru í þróunarvinnu. Hvernig virkar línulegur rafall í þessu? Það er svo rótorinn fer inn í sátuna upp og niður og bara eftir þegar andan hægt að lækka þá. Þetta er svo bara lín hérna með kastinu. Neðri hólkurinn er það kjur. Svo er þessi hérna, það var nú búin að, þetta eru já, fjórir hólkar sem eru saman, tengdir saman á einhverjum hjöruliðum sem eru á frelsisgráður, sem sagt upp og niður og í hliðana. Og það eru fjórir tjakkar inn í hverju sem knýja ökva mótor. Hvað er þetta í nótt? Þetta er í Portugal, það er ekki rétt og svo er þetta, það er verið að setja þetta niður á fleiri stöðum. Og svo þessi. Þessi er, það var erfiðast að fá upplýsingar um þessa. Hún er í þróun og þessi er í það er búið að taka þessa. Það er ekki, þeir eru að setja þessa 800 kW virkjun í Skotlandi. En það var ekkert að fá neina upplýsingar um hana þeir bara sögðu bara nei, við getum ekki hjálpað þér. Og svo er þessi hérna. Þess að þegar aldan skellur á þá loft sem þrýstist hérna og sogast í gegnum þessa stokka og það eru túrbínurnar hérna, þessar velstúrbínur sem breytir ekki máli hvað stefnu þrýstingurinn er, hann snýst alltaf sömu átt og blöðin. Já. Virkja loftstraum. Og svo er þetta, blöðin eru NACA 012 í þessum. Þetta er sem sagt, þessi virkjun er alveg eins og var sett á hérna Islay-eyjum. Þau eru bara, já, svo er bara hérna. Já. Það var ekki setja svona fyrir utan Róta. Eigum við þá einhverja fleiri spurningar?
Það langar mig að bara þakka kærlega fyrir góða fyrirlestra og niðurstaðan er sú að við þurfum heldur betur að skoða hvað við getum endurskapað þetta. Takk kærlega fyrir.